Byrjum bara, frábært að fá þið heimsón. Erum við byrjaðir? Við erum að byrja núna, ég hérna með gríska jógurt í munnunum. Það best að fara úr. Já, fara úr og vera í göttustrákapeysunni. Já, það er bara það svo heitt, sko. Já, mesta vesinni var að finna eitthvað sem ég er búin að bæta svo mikið á mig upp á síðkastíð að hérna, ég kann ekki vera með einhverja stæla hérna, svona að sjá því. Já, að hérna, þú vilt ekki vera með sólgleraugu í settinu? Nei, ég er góður, sko. Að hérna, já, ég bara... Hvað ertu búin að bæta á þeim? Ég var aðeins búin að bæta á mig og passaði í svo fátt, sko. En ég passaði í göttustrákapeysuna. Já, flottur. Þeir eru góðir. Já, gaman að þeim. Góðir strákar og eru að hjálpa mörgum hérna vegviltum ungum drengjum. Já, einmitt, sem er nú ekki vanþörf á. Já, ég meina, samfélagið er allt, einhvers staðar las ég daginn að þeir sem er í alvarlegum tilfinningavanda, kannski 1/3 þeirra er að fá viðeigandi sálfræði aðstoð. Og hérna maður sér bara samfélagið er bara í mólum. Það er allt á hliðinni, það er bara siðrof í gangi, sko. Hvernig upplifir það þessi siðrof í gangi? Þú veist, það er bara gildi og viðmið, þú veist, og þú veist, einhver geti sagt bara, einhver gamall kalla, þú veist, og þetta er alltaf að fara til helvítis með þér unga fólki, en þú veist það, maður horfir bara á, þú veist, hérna, aðstofuna sem er þörf á í samfélaginu. Þú veist, samfélagið er að öskra út allan heim. Einhver sagði, sko, fólki er kannski ekki kennt nóg mikið, sko, mörk í dag. Hver eru eðlileg mörk? Og við höldum í, þú veist, við höldum alltaf að við séum einhver guð, sko, þannig að við höldum við megum allt og getum allt, sko. Og eins og Bergsveinn Arelíusson, stórvinni mín í Sóldag, segir, það verið að blása heitur loft upp í raskaldi og fólki oft. Þannig að, þú veist. Men það eru undirliggjandi tölur benda til þess að sé mitt. Þú veist, við viljum náttúrulega bara vera happy go lucky og sína okkar bestu mynd á samfélagsmiðlum og allt þetta, en undirliggjandi tölur benda til þess að sé mitt, þú veist, bara svona einhvers konar, þú veist, ég veit ekki hvernig maður á að ná utan það, svona streitu hraða faraldur sem þýðir að, þú veist, það er allir í efnishyggju kapphlaupi og foreldrar hafa ekki tíma fyrir börnin sín og svo eru börnin bara í símanum og svo er bara ADHD og kvíði og þunglindi og þú veist, þannig að maður vilja vera neikvæður, sko, þá er þetta svolítið staðan, sko. Já, og þú veist, ég hef mitt svona reynt að einfalda þetta, þú veist, að því leiti að hvernig meikar það sens að, sko, að við séum þau þjóð sem að étur mest á þunglindislífum í heiminum en mælum samt rosalega hamingjusöm. Þú veist, það er bara ekkert sens í þessu. Þetta er svona svipað eins og hérna, verðathuganir SÁA þegar fólk er að koma í meðferð. Þú mætir inn og þú ert alveg hellaður á pjölunni, skiluru, og það er einhver hjúkrunarfræðingur að spyrja þig hvað þetta kostar að þessu og hinu og auðvitað segir þú bara sem fáruveikur fíkil bara, já, ég fæ þetta náttúrulega miklu betra verðin inn og eitthvað og svo kemur SÁA kannski og þau hafa nú bjargað lífi mínu oftar en einu sinni, þannig ég er nú ekkert að leggja út á þeirra störf, en maður svona spáir í því, sko, býtu, hvað er að marka þá könnun? Þegar veruleika fyrstur fíkillin er að segja frá því hvað eitthvað kostar á götunni, skilur þau? Já, þetta eru náttúrulega bara, sko, þessir hamingju listar eru náttúrulega bara, sko, þetta er í raun og reyngir, þú veist, það er ekki eftir að taka blóðpröfu af mér hvort ég sé hamingjusamur, þetta er bara hvað ég svara. Já. Og þá er náttúrulega með þessi spurning, náttúrulega bara skömmi yfir því að vera viðurkenna að maður sé ekki hamingjusamur, sko. Talandi hérna að mæli í blóðinu, ég er með góða lækni sem að tjekkar reglulega á mér og ég fer í svona blóðpröfur. Og þegar ég kom til í seinast, þá stuttu seinna fer ég í, og þú veist, með aldrinum og maður er svona ekkert að hafa sig sérstaklega mikið frammi, þá er svona fólk mikið hægt að bara vita hver maður er og þekkja mann. Það er meira svona býtu kannast ég eitthvað við þig, eða. Og svo eftir ég kem til þín þarna í podcasti, þá bara tók ég eftir því að þá var fólk að fara að þekkja mann á göngum Kringlunnar, sem maður bara hefur ekki gert síðan aldamótin, skilur eða þegar maður bara fórsýðum blaðana fyrir einhverja djöfisins ógæðu. Og svo er ég í stólnum, það er COVID og ég er með grímu og það er hjúkrunarfræðingur að taka mig blóð og segir, vá, þú líkur heiður að fá því í stólinn. Ég bara svona, kallin er bara ennþá með. það var eftir viðtali á þér. Ég man eftir, þetta var rosa, þetta var mjög gott samtal hjá okkur, ég man alveg eftir því mitt, þú veist, bara, þetta vakti alveg athygli og svolítið svona, þú varst rosa þakklátur, sko, og og svona einhvern veginn, það var pínu eins og þú fengið smá svona, veit ég hvort maður að segja uppreist æru? Já, þú veist, þú veist, ef að fólk skynjar að maður, þú veist, vill ekkit hafa eitthvað að fela eða vill ekkit, þú veist, að því að fólk hefur rosalega ákveðnar
sko fyrirfram ákveðnar hugmyndir hann og svo getur það allt saman spilað á móti ég meina þú þekki það alveg sjálfur það getur allt farið í skrúfuna þú veist, þessi leikur að fræð og frama getur allur sko snúið gegn manni. Já, nú áhugavert að hvorugan okkar hefði nú líklega grunað þegar við vorum að tala saman síðast að ég ætti eftir að vera bara nokkrum mánuðum síðar með sko, bara allt farið sko. Já, hugsa. Svona gerist það rætt. Já, og ég meina, og þessi lærdómur, ég miklu þakklátari Sölvi fyrir þessa hluti þegar ég var að drulla í heyið ég miklu þakklátari fyrir þá reynslu heldur en að meika það, skilur. Ok, á hverju? Að því að sko, það eina sem að þroska mann og mótar mann eru próraunir og erfiðleikar. Ed Sheeran og George Clooney hafa talað þetta að það ekkert sem þú lærir af success. Að því það fæðir bara egoið þitt. Það eina sem þú lærir af eru mistök. Og ok, ég manna í neysluheiminu var það oft þannig sko, já, bara venjulegt fólk skilur manni geta því að við sem erum hérna í ruglinu sko, við erum búin að lendi svo miklu, nei, hugsaði ég, það var aðalega að maður búin að koma sér í eitthvað skít og ég met ekkit þroska fólksendilega út frá því hvað það hefur lendi í að komi sér í að því að maður lendir í raun og veru opaslega lítið í einhverju skilur og maður kemur sér oftast í hlutina að ég met frekar sko fólk sko, ég ekkert í að meta fólk og setja á stalla eða þannig, veist, en maður metur þroska fólks eftir því hvað það hefur gert og lagt á sig til að vinna sig frá erfiðleikunum. Það það eina sem þroskar persónuleika manns. Þannig að maður miklu þakklátari fyrir, þú veist, og þegar mér hefur líðið sem best, þá ég svona bara við lífið, bara bring it, skilurðu. En svo hugsa maður með sinni, þetta bara komið gott, kannski það ekki. En þú veist, það ég held að það sé einn stóru lengdómur lífsins, að það sem þroskar mann og gerir mann að góðri og gildri persónu það hvernig maður þroskar sig frá erfiðleikunum. Þetta bara rosalega góða punktur. Bara alveg frábær punktur. Ég veit ekki hvernig... Þetta bara andleg speki í bara öllum trúabröðum og í öllum öllu jókasettinu, þú veist, og þar alltaf verið að pressa á þetta. Og líka þetta mitt, ég var að taka viðtalið hana Steinunn Ólínu og hún mitt talað sko að við værum með þessa konstant kröfu á að vera alltaf hamingjusum en þú veist, þjáningin bara hluta af lífinu og við myndum ekki þekkja gleðina með því við þekkjum þjáninguna og við myndum ekki alveg vita hvað þjáning væri ef við getum ekki verið glöð sko. Þú veist, þessi pólar verða að vera þarna. Já, sko, svo var líka eitt, sko, að eftir því sem þú upplifir meiri þjáningu, því meiri gleði getur þetta helst alveg hendur, skilur, þú veist, það bara, og ég til dæmis upplifi það, Andrea Basmóður mín, hún kallar mér reyndar algjör dramadrottningu, sem alveg rétt. Ég finn allar tilfinningarnar og ég þurfti átt að akkur ég svona öðruvís en margir aðri sem ég þekki. Þú veist, ég finn þetta allt út allt og ég mjög fjöllindur persónuleiki, skilur, og þetta svona jaðrar við að vera, þetta svona eins og persónuleikaröskun, þetta svona nett þannig, sem að reyndar orðið stórt vandamál í samfélaginu. Það borderline, það óbóðslega mikið af persónuleikaröskun sem að veist, þetta alvarlegasti geðsjúkdómi sem til borderline personality disorder og þú veist, og engin lyf til við honum. En ég rosalega mikið þannig karakter, skilur, þú veist, og ég finn svo stórar tilfinningar og stundum þetta bara ógeðslega vond, skilur. Bara það sem að öðru fólki, þú veist, tekur hlutunum bara og bara easy á því, sko, þú veist, þar maður kannski bara endalaust bara að ofhugsa og eitthvað eða var, sko. Já, þetta nefnilega, þú veist, ég vil trúa að við séum kannski að komast aðeins nærði að, þú veist, hlutir eins og ADHD, tráma, þú veist, valda því að þú heilastarfsemin þín öðruvísi og þá einmitt, ég tengi alveg við þetta sem við erum að tala bara að finna allt og upplifa allt og ég hef séð það sko þegar ég hef tekið psychedelic sko, þá fæ ég að sjá bara hvað heilin minn að móttaka mikið af upplýsingum og hvað ég finn fyrir öllu og það getur orðið rosa óþægilegt sko. Já. Þú veist, nú við erum sjálfsagt miklir aðdáendur báðir Gabor Maté. Já, hann frábær. Já, og sko svo þekki ég sjálfur dáleiðara sko sem að hefur með aðstóð svona efna hjálpa fólki í gegnum tráma. Og sko ég sem nú ég til dæmis í háskólanámi, í fíkniráðgjafanámi í háskólanum Akureyri og og klára ráðgjafaskólan og svo ég búin að sko plæja akur verklegra reynslu þegar kemur að öllu þessu eitriðana og
Og sko þegar þú lendir í tráma og nú ég til dæmis með og hefur verið mjög opinn með það, ég alveg með hluti á bakinu sem að, sem að eru, já, alvarlegir áverkar á sálarlífið og hluti úr barnæsku sem ekkert barnið átt að upplifa, skilurðu. Og það sem gerist að maður læsist bara. Og þú bara læsir því í varnarkerfinu. Það sem þessi efni gera oft, sko, það að þau, taka lásin frá. Þannig að þú kemst þar út úr, sko. En svo þekki ég líka fólk sem búið að fara á sveppatrip, skilurðu, með einhverjum sjaman úr Amazon, skilurðu, og maður bara, hvað ruglið það, skilurðu. Og fyrir mig einhverja jókastofur sem fólk að éta ayahuasca, það eru bara neyslir í mig fyrir mér, skilur. Einmitt, og það, en mér langaði að spyrja aðeins út í það, sko, því að þú veist, þetta mjög, í tólsporasamfélaginu mjög klofið hvaða skoðanir fólk hefur á hugvíkandi efnum. Já. Þú veist, og maður ber alveg virðingu fyrir báðum sjónarmiðum, sko. Já, sko, maður reynir þú veist, ég líti á þetta þannig að maður reynir ofta, veist, eins og ég segi, ég þekki fólk sem hefur farið í svona sveppa-trítment, sko, og svo það farið að bryðja þetta heima hjá sér á kvöldi líka, sko. Þú veist, þá ertu bara að gera sama og fíkillinn, þá ertu bara að réttlæta, sem sagt, neysluna til að komast frá sjálfunir. Þegar þú átt að geta komist á þennan stað, á heiðalegri hátt með hugleiðslu, með öndun, með alls konar ástundun. Ég meina, mér finnst Wim Hof bara að vera algjör trúður, skilurðu, en ég nota Wim Hof öndun alltaf á morgnana. En það að því að ég veit að ég ekki að gera neitt andlegt, ég bara keyra dópamínframleiðslunni í gang. Við erum svolítið orsakasamhengi á milli hvað fólk að gera þegar að nota þetta. Að nota hugvíkandi efni, þú veist, við erum átt okkur því að ayahuasca og sveppir og allt þetta dótari gerir bara nákvæmlega sama við heilan, bara eitthvað aðeins öðruvísi en kókaini gerir, skilur. Þetta bara ákveðið boðefna svindl. En ég skil alveg vel að fólk vilji komast á annan stað með einhverju hjálp, sko. Það sem ég myndi alltaf segja á móti, sko, ég myndi segja ég sammála þér að hluta til, en ég myndi alltaf segja, sko, því nú hef ég vorum að tala um fyrir viðtalið að vera fíkin í kaffi og ég get alveg, ég sé sjálf á mig þannig að ef ég hefði, þegar Ripfuel var á sínum tíma með efedríninu, ég var fljótur að finna bara, þetta eitthvað gott stöf, sko, og það eru dópamín, það eru efni sem að keyra upp dópamínið og við erum, ég held að flest allir fíkni tendensa nútímans eru í dópamínfíkn, þú veist, það er sykurfíkn, það er dópamín, símarnir, það er dópamín, kaffið, allt sem eru að örfa okkur og meðan að hin efnin eru fyrst og fremst að vinna á serotoninkerfinu, ayahuasca, sveppirnir og það, sem þýðir það að, sko, og líka bara, þú veist, ég meina, nú hef ég ekki oft farið í ayahuasca, en þú veist, þegar maður að fara að taka þetta glas von í sig, þú veist, allan, ég get ekki tala fyrir aðra, en ég skítræddur, sko, því þú veist ekkert hvað að fara að koma. Það er öðruvísi heldur en þó ég hef aldrei verið í kókaini, þar sem, þú veist, ég mann þegar ég var að drekka, að þá bara varst á leiðinu út úr heiminum og þú vissir þið gaman á meðan þú varst út úr heiminum, sko. Þetta er öðruvísi því þú ert bara, þú munt kannski fá að sjá eitthvað trámu og það er ekkert gaman, skilur. Þannig að ég var svolítið erfitt með þess, en hins vegar ég sammála því að þú, sko, hvaða ásetningar þetta að fara með inn í þetta og mér finnst orðið svolítið mikið á Íslandi að þetta er orðið einmitt svona hipp og cool og svo er þetta að fara helgi eftir helgi og þá er bara svona, nei, þú veist, þú fer kannski eitt svona trip og þú þarf kannski bara langan tíma til þess að vinna úr því, sko. En sem ég segi, þú veist, þetta er að gera eitthvað fyrir okkur, þú veist, þetta er quick fix inn í ákveði ástand þar sem okkur kannski líður öðruvísi en vanalega og við erum öll að reyna að komast í frí, við erum öll í dáleiðslu alla daga. Þú veist, sko, við erum með ákveði magna á athyglistöðum og þegar þú keyrir og þú kannski manst ekkert hvernig þú komst á staðinn sem þú varst á leiðina. Það er vegna þess að þú veist, athyglistöðuna slökna og það er bara einu í gangi. Það er bara saman þú ferð í bíó eða horfir á sjónvarpi. Það er bara, og þetta er bara frí og við erum öll að sefa okkur með okkur svona, með einhverju þess að það. Þú veist, sumir eru bara rosa duglegir alltaf í vinnu vegna þess að það tekur bara athyglinna frá því að þurfa að vera að hugsa hversdaginn, skilurðu. Þú veist, við hlustum á tónlist og við erum bara svona að reyna að flýja þinn erfiða raunveruleika. Oft er það bara þannig og ég held að þetta sé allt bara hlið á sama teningnum. Þetta eru bara hliðar á sama teningnum. Við erum öll að reyna að finna okkur einhver staðar tilveru rétt þar sem okkur líður bara allt í lagi með sjálfan okkur í smástund. Og ég bara út frá bara vísindagrunnum skilur í gegnum þetta háskólanám af því að ég hef bara sérstakann áhuga á þessu bara á þú veist
þessum leiðum sem við erum að reyna að nota til þess að fixa okkur og alltaf enda ég bara á sama staðnum og ég verð að komast í þessa sátt við lífið í gegnum hugleiðslu, öndun, jóga, stunda andlegan lífstíl sem þýðir bara heiðarleiki, það bara, ef ég ekki heiðarlegur, þá ég bara að fara að drekka aftur, skilur. Þá ég bara að fara að dópa, því þá fer ég inn í gamla vanlíðaninn minn. Og hérna, eins og ég listi kannski seinast þegar ég var hérna, sem bara eins og svartasta Mordor. Mitt þunglindi bara þannig. Og kvíðinn minn. Og ég verð að kontróla þetta einhvern veginn. Og ég reyndi að gera það til þess að vera fungerandi í samfélaginu með utanaðkomandi efnum og það endaði alltaf í disaster, sko. Þannig að það sem við notum og reynum, við erum alltaf, og réttlandingar okkar eru, oftast í heiðarlegu formi, ég reyna að fara í ayahuasca, 2 ári, segir einn vinur minn, vegna þess að þá þarf ég ekki að drekka og dópa þess á milli, skilur, og við erum alltaf bara að reyna að finna okkur einhver staði í tilverunni. En ég var einmitt að spá í því, ég kom til þín fyrir 4 árum síðan, og þá töluðum við að við kæmum aftur. Svo liðu bara árin, Sölvi. Og ég sá bara alla bóluefna bjánana og samsæris vitlýsingana og svo bara kom einhver tískubylgja núna daginn og voru bara, hvert podcast með einhverjum geðrófsjúklingum og ég hugsaði með mér, nú hlýtur bara að vera komin tíma mér. Og þá hefur við samband. Þú hlýtur að þurfa að fá mesta vitlýsingin áttir, og þetta orðið staðan. Maður opnaði ekki einhver podcastin og þar væru bara einhverjir algjöru brjálæðingar og hugsaði með mér, það komið tíma og kallir. Brjálæðingarnir verða að fá tjást. Auðvitað, við erum öll partur af samfélaginu. Já. Og ég get ekki kvartað, því að ég svo sannarlega, ef það eitthvað sem ég hef heyrt í mínu lífi, þú náttúrulega bara mökkfurðulegur Einar. Ég sagði við Andreu basmóða mína, Andrea, ég hef bara ekki verið hvern mann kenndi sem við skildum, og það eru mörg ár síðan og þá horfðum svona á mig og já, þú líka fokkfurðulegur, sem gaman að ég var með Gunnlaug stjörnuspeking, hann búin að vera í 50 ári í því og hann sagði mitt að hann hefði séð rauði þráðurinn sem hann væri búin að sjá í gegnum árin væri að það væri gífurleg vanlíðan hjá fólki af því þeim finnst þau ekki passin í normið og þau eru einhvern veginn með svona, þú ert með hennar samanburð við eitthvað svona ídeal eins og þú átt að vera. Já. En síðan enginn það, Þetta blekking, fyrir utan það, hver væri hugmyndin hinn fullkomna þegn miðað við það sem samfélagið segir þér og að vera, það sá sem þú myndi vilja vera? Einhvers þess að gott mím það sem var sagt, okkur ekki ætlað að vera fullkomin, okkur ætlað að vera raunveruleg. En ég skil samt sem mjög vel að heilu samfélagin reyni að koma á laggirnar einhverju meðalhófsreglu og við verðum átt okkur því að öll samfélag að límið í þeim þessi meðalhófsregla. Við getum bara að haga okkur svona, við megum ekki brjóta þetta, eins og lög og annað og við erum bara að reyna að búa til fungerandi samfélag. Það sem allir geta ekki bara gert það sem þið sýnist. En hins vegar þá kannski verðum við í dag að því að þörfin er orðin þannig, þá verðum við að fara að opna hugan meira fyrir fyrir því að einmitt eins og ég var að lesa á hana að eins og einhver börn þau bara upplifa skólastofu sem bara stríðsvæði. Það bara svo mikið bara allt og mikið áreiti. Og ég man til dæmis eins og, elsti gutti minn, hann fór að eiga erfitt með starffræði, svo fekk hann bara, noise cancelling heyrnartól, bara einhvern veginn bara rugu upp, hann mátti ekki heyra strókliðu þetta, þá var hann bara komin þangað, og Já, ég vil trúa að við séum að fara inn í tíma þar sem að við verðum einhvern veginn að fara, sérstaklega þegar kemur að börnum úlingum, að horfa meira á mun milli einstaklinga. Það ekki hægt að pressa allir sama normið og við töluðum nú aðeins í byrjunum við unga drengi, það árið 2024, það meikar ekki sens og sérst að taka ungbörn, sérstaklega kannski unga stráka með mikla hreyfiþörf og skipa þeim að sitja við eitthvað borð í 8 tíma á dag, sorry, þetta bara eitthvað rugl, Þó það nú væri að þú veitir ekki inn í þetta, Já, en ég skil alveg, ég skil svo vel af hvernig við fórum þangað, skilur, og út af hverju, af hverju þetta var þannig. En ég skil líka bara rosalega þörfina fyrir að breyta því. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.